Já, hæ fiskar. Nú ætla ég að gera spá fyrir ykkur. Hvað er að koma svona í ástinni eða hvað er í ástinni eða eitthvað bara, eitthvað svona tengt, eitthvað svona með love life og eitthvað svona, hvað er nýtt. Og ég ætla að byrja á því að, já, ég ætla að byrja að bara fá teningana hérna. Fá hérna eitthvað teginn. Komum svo af stað. Það er hérna ljónið og þið, fiskarnir. Átta. Það getur verið náttúrulega líka ágúst. Já, þetta gæti verið ykkur sem að tengist ykkur. En mér finnst þetta að vera bara þið sjálf að það er eitthvað sem þið eru staðráðin að gera, breyta. Það er eitthvað sambandi við ágúst líka sem ég geti séð svona kannski svona eitthvað að gerast. Eða 8. júlí gæti náttúrulega líka verið. En ég ætla að fá eitt hérna. Nú gæti verið að þið hafi verið kannski búin að vera með eitthvað í kringum, eitthvað sem hefur búin að vera rosalega já, svona þrjóskur eða eitthvað svoleiðis sko. Eða þrjósk. Nú komið ekki. En já, ég ætla að fá eitt hérna fyrir fiskana, Pisces. Það er svona fyrir ykkur. Angel of Families. The angels surround both of you and your family at the moment. Og ég ætla að hérna setja svo hérna bara fyrir neðan vídeóið útskýringu á þessu hérna er svona. Já, það sem ég finnst hérna þá er eins og að þið þurft að vera svona núna undanfarið að svolítið vera að passa upp á fjölskylduna og eitthvað svona, úst, að halda, úst, já, svona, úst, það sé ekki vera eitthvað, hvað maður segja, kannski búið að vera eitthvað svona í kringum eitthvað sem að hafa verið að setja eitthvað niður eitthvað. Getur verið allir gangur á því. En það er bara eins og það segir, þá eru englarnir hjá okkur. Bæði þér og fjölskyldunni og bara trúa því. Hvernig var ég búin að vera að gera þetta? Já, ég ætla að fá þessu hérna. Og mér finnst líka eins og að sé að koma núna sem er búið að vera að taka rosalega langan tíma að koma inn er svona eitthvað samband. Eitthvað sem maður geti svona, já, eitthvað sem ykkur langar í eða eitthvað búið að taka eitthvað langan tíma, búið að vera erfiðleikar og eitthvað slið sko og það kannski endir líka og það er svona eins og að já, það er eins og þið þurfið að taka einhverja ákvörðun líka. Taka svona, já, healthy choices. Svona einhverja
setja svona smá boundaries, skilurðu, hvað þú viljið inn og ekki inn. Það svona svolítið sterkt þarna, sko. Það eitthvað sem búið að vera svona eitthvað byrði hjá okkur þess. En það að koma hérna New Love. Annarkvort að koma inn sem from the past sem við svona hálfgert sem svo twin flame eða svona, þau rúslega gæti verið alveg svart og hvítt eða eitthvað svolítið, sko, en náðu svona rúslega við saman að það er svona mikil tenging, sko, og kannski þurfti að setja. Það eitthvað koman upp að þurfti að setja eitthvað niður og breyta ykkur. En það eitthvað sem ég geti fagnað núna á næstunni, góða breytingar. Já, ég ætla að fá hérna meira. Wheel of Fortune. Já, það eitthvað góð lukka eða eitthvað, gæti verið eitthvað varðandi peninga að koma inn. Naut með stengið þetta. Gæti verið eitthvað í þessu merki sem í kringum við okkur líka. En það eins og að það eitthvað sem við vil gefa þér eitthvað, fyrir að gefa þér eitthvað, eða gæti verið líka einhver vinna eða eitthvað. En mér finnst eins og að þetta sé eitthvað sem vil koma inn. Gefa þér eitthvað að gjöf. Queen of Wands, Charisma. Devil, Obsession. Já. Það sem að stoppa svolítið hérna hjá svona, já, svona, það eitthvað þessi obsession að hlutinni fari þið vilja kannski hlutinni fari kannski hraðar eða eitthvað svolítið, sko. Eða það þessi manneskja svolítið að vilja bara stjórna og eitthvað svolítið, sko, og draga þig aftur eða eitthvað svolítið, sko. En það gæti verið að þessi manneskja sé bara, já. Það hérna, já. Gæti verið einhver í ljónsmarkinu. Það eitthvað meira, sko. Gæti verið líka hrútur eða bóamaður. En þeir eru eftir að sjá breytingar í kringum ykkur, að þið takið svolítið stjórn á þessu, skilurðu. Þú ert svona farin að sjá í gegnum þetta eitthvað neginn. Sjá. Það fáum við hérna á þessu líka. Gæti verið líka ykkur í stengitinu. Vist að Union, Two of Cups. Já, það eins og núna á næstunni, ef það ekki komið, þá
þá sko svona verið að leggja þetta í auga af einhverju svona eitthvað vill koma inn og vinna með þér á einhvern hátt og laga eitthvað. Og Queen of Pentacles. Já, koma með einhverja líka gjöf og það eins og þessi opna svona meiri svona tækifæri líka og þið svona hafi þurft að vera svolítið svona að sjá hvað þið viljið líka. Nýjar dyr. Gæti verið þá bara líka eitthvað samt við húsnæði líka eða það eitthvað gjöf eða eitthvað hlið sko sem þetta að koma inn eða nýtt atvinnutækifæri getur verið eitthvað hlið sko og þessi manneskja sem að koma inn getur treyst rosalega mikið á það sem hann að segja sko og svolítið að hlusta það. Það veit ekkert hvað ég að segja. En já, sjá hvað fáum meira. Hver að koma í ástinni fyrir fiskana? Já, þegar ég vona símtali eða einhverju skilaboði núna bara sem að kemur svolítið óvænt sko. Og það örugglega eitthvað sem að þekkt áður. Þetta svona kringu svona vinahóp eða eitthvað svoleiðis sko. Nú kom inn og gæti verið svolítið það hafi verið svolítið svona player eða kannski þekkt fyrir það eða hún eða hvernig sem það það hefur verið eitthvað svona áður eitthvað svona sviksemi og eitthvað svoleiðis sko svona verið að fara á bak við eitthvað Seven of Swords það eitthvað sem að eða frá já, sem hefur gerst áður sem sett svona svolítið þetta á sambandi eða já, og þú að loka á svona og hefur verið svolítið í svona restin tímabili sko bara svona áttaði á hlutunum og fleiri sko en það að koma breytingar á því sko og þú verður svolítið svona já bara svolítið einbytta að sjálfur og fjölskylduna og svoleiðis sko og losa allt sem að hefur verið frekar að brjóta niður þegar þú ert farin að sjá bara hvers verðugur þú ert í raun og veru sko. Og það einhver ákvörðun sem tekur sem á að vera að bíða með og þegar það kemur þegar þú tekur svo ákvörðun þá eins og að það opnast nýjar leiðir og það getur verið komið eða leiðinni bara Page of Pentacles Nei og ég raun og verið búin að losa okkur þeir eru svona að losa okkur úr svona erjum og eitthvað sem að hefur verið að stöðu okkur og eru að því núna kannski að vinna því loka allt svona sem hefur verið að draga okkur niður og vera svona að djögla fram og tilbaka, hot and cold og eitthvað svona leikur að reyna að stoppa að þú haldir áfram kannski að vera í Empress, hvort sem kallaði kona sem að þú ert bara hefur alltaf að bjóða
gefa og örugglega ekki hægt að fá betra þegar þú ert komin í að vera í Empress Energy. Þá, já, og High Priestess, High Priest. Og ferð að hlusta á hvað þú vilt líka. Já, skulum fá eitthvað meira. Fyrir að koma í ástinni, það er mjög sterkt þetta King of Pentacles. Þetta er eitthvað manneski sem er maður eða eitthvað sem er stabíll og hefur margt að bjóða. Það kemur sér fram eins og sé allan þannig að hann sé velstæður og svona. Það er eitthvað svona, já, ég er að draga afturfæturnar og ekkert alveg að gefa það nógu mikið. Það hefur verið setja svolítið svona eins og hálfgerð keppni eða eitthvað slíkt sko, en þið sjáu núna bráðum að það er komið svona breytingar núna þannig að það verður eftir að ganga í gegnum þess að ströggla og þetta, það verður svona núna næst sem er búin að bíða eftir svona verið að gefa játt fram og tilbaka. Og það er eitthvað sem vil laga og koma aftur. Og kannski fara hann að sjá hlutina í öðru ljósi. Það er rosalega mikið pentacles hjá okkur og þetta er svona mikið eins og stannaut með að stengi þetta jarðamerki. Það er ekki endilega verið þetta en kemur hérna stertinn hjá okkur og það er eins og það er verið gæti verið tvær manneskjur líka sem að vilja gefa eitthvað stabílt. Gæti verið síðan maí eitthvað sem að þeir eru búin að vera að ganga gegnum eitthvað svona en það sem er að koma inn sko það er manneskja sem að vill ekki halda það niðri og er svolítið bara svona, já, koma þér eitthvað þau vilja koma sér inn í bara, tíðin einhvern veginn bara einhverju ráðum sko. En já, ég veit ekkert hvað ég var að segja núna. Ég verður að orsaka þetta. Það gæti verið að þið hafi verið í svona false twin flame sambandi líka svolítið áður og það svona eru kannski, ég fæ svona start twin flame eitthvað þetta hjá okkur fiskar. Það er það sem þú ert að fara næst í er kannski mjög svipað eins og varst í og þú ert svona að ströggla bara við þetta. Það er ástirna sko, fulfillment og það getur verið bara að þið sjálf eru bara komið mikið bara með sjálfsást og öryggi og svona þið viljið kannski ekkert vera að hleypa hverju sem inn og það eru eða tveir, getur verið kona líka, eitthvað tvennt sem eru í kringum ykkur sem að vilja koma inn og þið þurfið að taka ykkur svona ákveðum hvað þið viljið. Sexual energy hérna hjá okkur
Gæti líka eitthvað verið í vatnsberunum líka. Já. Það verður einhver samskipti þetta hjá okkur sem að vill eiginlega bara svolítið dekra við þig og gera allt fyrir þig og gefa þér gjafir og vera svolítið þannig. Það svolítið þannig sem ég finn hérna. Og eitt hérna á þessu. Hvað komið mikið? Heart with a key. Welcome love, meeting the one, open your heart, getting together perfect. Það eitthvað svona mikið ástæðna. Það eitthvað sem tengist 8. Já. Þið bara svolítið að losa núna fiska svona past life, eitthvað karma og þið að fara að sjá núna, bara núna í júlí líka, að með því að halda ykkur í burtu frá sem að vera haldið ykkur niðri, svona eitthvað toxic, eftir að koma ykkur nýja dorfi, þá sjáu þið í hólu snúast og gæti verið eitthvað líka að segja bara að þessu bíl líka. Eða bara í ferðalag eitthvað í júlí. Knight of Cups, slow and steady. Þetta eitthvað sem búið að taka langa tíma en þetta var alveg þess virði þegar upp í staðið. Þið eftir að sjá það. Kemur svo rétt eða rétt inn bara núna. Þið bara svolítið svona vita hvað þið vilja og svolítið taka móti í það sem það kringum ykkur. En já, það fá eitt hérna á þessu fyrir ykkur. Ég kom að vera að bladra svo mikið. Já. Karmic relationship. Fleeting triggers, turmoil, resentment, lessons, letting go and loving you. Þetta okkur það sem að ég var að tala sko. Svona svolítið losum þarna í gangi hjá okkur. Það einhver annar lurking á bakvið að reyna að fá athygli frá okkur. Artistic expression. Það getur verið einhver hérna sem mikið, eða kannski fyrir ég að vera að kreita eitthvað, búa til eitthvað. Mér finnst það samt svona meira, það kannski að þessu opna ykkur líka meira. Það eitthvað sem þið þurft að gera, opna ykkur meira svona tilfinningilega. Þessi hérna, kops hérna. Svo ætla ég að prófa hérna nýju spili mín, nýju oracles. Healthy choices, self-love, self-care, being happy, love life. Þetta eru breytingar sem við erum að fara að sjá núna. Healing heart, healing heartbreak, toxicity and addiction, abusive relationship. Passion. Gæti verið að þið bæði séu búin að vera í þessu að losa ykkur svona toxic karma eitthvað slags og þú put sorrow hérna. En það eins og að þau þurfa að passa ykkur á einhver svona snake eða eitthvað sem svona eiginlega svolítið vísvitandi að eyðileggja eitthvað. Sunglasses.
Watching, looking, perception, stalking. Það eitthvað svona obsession í gangi hérna hjá okkur. Já. Veitu what? Twin flames, yin-yang, balance, union, duality, complement, polar opposites. Já, þetta eins og ég sagði, ég fann þetta rosalega sterkt hjá okkur, eitthvað svona twin flame, eitthvað í gangi. Kannski ég geti leysa okkur til það. En það eins og svona opposites, eitthvað sem já, svona obsession á báða búa. Get ekki slitið ykkur frá hvort öðru. Þetta eitthvað svona sem þurfum að læra að gera. Þetta allt lexía hjá okkur. Test, eða hvað maður kalla þetta. Við erum bara að ganga í gegnum eitthvað test. Til þess betra. Hvað komin? 26, já. Kannski eitthvað 26 ára. Getur eitthvað 41. Líka 48 sem séum vera eða 62 líka 25 eða 52 já búið með þetta, hvað þetta gera meira? Hvað þurfið svona, já, chakra hérna? Það svona, já, hjartað. Það hjartaopnun hjá okkur. Til að sjá breytingar, með það mikið með hjartað. Og það getur verið að segja eitthvað góð menn sem eftir að einmitt að opna hjartað okkur. Eftir að þið hafi lúkað það svolítið. Og eftir að vera svolítið hýlandi samband sem í kringum ykkur eða verður hvort sem hýlandi kannski verið fram og tilbaka og svona alls konar eitthvað rugl í gangi en raun veru þið að hýla hvort annað kannski gæti verið það eru bæði að losum svona eitthvað karmik frá okkur. Mér vantar eitthvað meira fyrir ykkur, fiskar eitthvað. Hvað þurfum við bara, já, fá eitt inn og ég búið að í loka. Strength. Þið eru okkur að fara á góðan stað og þið þurfum svolítið að vera svolítið svona í ykkar styrkleika. Það er svona eins og blessun að koma ykkur. Það hlutirnir að fara að ganga upp núna í ykkar hag sem búið að vera svolítið og taka á styrkleikan ykkar. En og þeir eru búin að vera svolítið í Eight of Swords sem svolítið föst vera föst í hausnum á sér eins og það geti ekki komist neitt vera föst eða eitthvað eða geti verið eitthvað svona manipulation eða eitthvað toxic sem hafa verið svolítið í hausnum á okkur það að koma breytingarna og það að koma nýtt í ástinni það bara svona eitthvað valið bara eiginlega svolítið núna. Ég láta þetta bara duga fyrir ykkur fiskar. Bye!